Komið þið sæl, við heilsum ykkur að austan. Við hefjum þáttinn að þessu sinni á árshátíð Egilsstaðaskóla. Yngsta-stig skólans sýndi það nýtt leikverk eftir einn kennarann sinn, en það var samið út frá gildum skólans sem virðing, gleði og metnaður. Þau gildi eiga einnig við á Norðfirði, þar sem að geðræktardagar voru haldnir í Verkmenntaskóla Austurlands. Geðheilbrigðismál voru þar skoðuð frá ýmsum sjónarhornum. Ragnhildur Aðalsteinsdóttir hefur að undanförnu mynda Bændur á Jökuldal fyrir sýningu sem hún ætlar að setja upp síðar á árinu. Við slóumst í för með henni þegar hún heimsótti Bændur á Teigaseli 2. Gleðin heldur betur við völd hjá króatíska kórnum sem starfar á héraði. Við lítum inn á tónleika kórsins. Virðing, gleði og metnaður eru gildi Egilsstaðaskóla. Á þessum orðum byggði árshátíðarleikverk yngstu bekkja skólans, Krummasíðir, sem sýndar fyrir fullum sal í síðustu viku. Verkið, sönglu og söngtekstar eru samin af Sigþrúði Sigurðardóttur, kennara skólans. Verkið fjallar hrafnsunga sem eru að læra lífið. Eftir að ungarnir hafa rekið sig á í lífinu tekur konungur fuglana Arnarauga sig til og fer með þá í Holuhraun, en þar læra þeir góða siði af mólunum. Og mér langaði til að vita hvort það væri hægt að kenna krökkunum þetta á annan hátt, þessi gildi. Og með leikritum tjáningu. Vita hvort að það myndi sígast eitthvað inn þannig. Og heldur það hafi sígast eitthvað inn hjá þeim? Ég vona að gera það á endanum. Ég veit ekki alveg, það er svona, virðingin kannski er svolítið erfiðust í þessum gildum, finnst mér. Og vonandi bara sígast þetta inn. Af hverju er hún erfiðust? Það er svolítið erfitt að tilenga sér vinninguna. Þau eru kannski ekki alveg komið með það en þá tilenga sér það sem að góð virðing er. Ef þú skrökvar eða hótar þá ber þú ekki virðingu fyrir sjálfum þér og ekki þeim sem þú skrökvar að. Hefur saman leikrit áður? Jó, ég hef nú aðeins prófað það. Ég skrifa nú ekki mikið en ég er gaman að því að það er svona aðalega þorrablótin sem hafa kveikt í manni að gera eitthvað og þá hefur maður gert einhverja vitleysu fyrir þorrablótin og ég hef aðeins prófað að gera leikrit líka. Þetta er svolítið annað umhverfi heldur en þorrablót sem ert að skrifa fyrir? Já, maður vandar sig aðeins betur. Er ekki mikið mál að búa til leikverk sem að hefur hlutverk fyrir allan þennan fjölda sem var hérna í kvöld? Jó, það maður að hugsa það svolítið hvernig er hægt að láta alla hafa hlutverk og það er náttúrulega markmiði líka að allir komi fram, þessi 112 börn. Áskoruninni felst ekki bara að búa til hlutverk handa fjöldanum. Samhæfing 3 stórra árganga er ekki minna mál. Hver umsjónarkennari sér sinn bekk, en síðan kemur því að samhæfa þarf allan hópinn á leiksviðinu. Þetta er heilmikið skipulag. Og við erum náttúrulega farnar bara að vera svolítið æfðar í þessu að því að við höfum gert þetta svona. Við höfum verið með dýrin í hálsaskógi og svona ýmislegt verk og þá höfum við bara afmarkað. Fyrsti bekkur er með þetta og hann fer kannski á svið fyrst, annar bekkur kemur næst og þriði bekkur og þetta bara rúlar. Það er ekki bara leikverki sjálft sem frumsamið heldur sönglögin og textaðar og lög. Já. Hvernig gekk þetta? Þú ert svona hagmælt. Já, við skulum bara segja það. Nei, það er ekki svo. Ég allavega er engin föðurbetrungur. Hvað þá móðurbetrungur. En foreldrar mínu voru bæði hagmælt. Sigþrúður býr á Brennistöðum Eðaþingá, utan við Egilsstaði. Ferðirnar milli heimilis og vinnu nýttist vel til að semja verkið. Ég eiginlega óskaði eftir því í haust þegar við vorum með viðtöl við skólastjórann að fá að gera þetta. Því mér langaði til að reyna að kenna þeim þetta á þennan hátt. Og
Síðan fór ég svo sem bara að vinna þetta þannig að ég á heima 30 kilometrar hérna í burtu og þá eiginlega bara svona varði ýmislegt til í höfðinu á milli. Þannig að þetta var svona klukkutími á dag sem maður hafði alltaf til þess að hugsa og svo bara ákvað ég að skrifa þetta niður í byrjun ársins núna af því að það var ekki tækt að hugsa endalaust. Maður þarf að byrja á einhverju og þetta bara kom. Sigþrúður vildi vita hvort hægt var að kenna börnunum gildin í gegnum leikverkið. Til að komast að því hvernig til hefði tekist, tóku við nokkra leikara tali og byrjum kurteislega að spyrja hvað leikverkið hefði verið. Krumma sagðir. Krumma sem læra virðingu, metnað og gleði. Og eru þið þá búin að læra virðingu, metnað og gleði? Já. Virðing, vini mínu, virðing, vilið þið eitthvað skröku að ykkur? Nei! Nei, þið vill ekki láta skröku að sér. Eitthvað líka mér, skal þið sko speini. Jæja, hvað varst þú sjálfur að gera? Já, ég var aðeins að sko hagræða sannleikanum. Var þetta erfitt? Nei. Já. Pínu. Hvað? Ekki erfitt, pínu erfitt, hvað var erfiðast í þessu? Segja frá. Segja frá. Það var eitthvað erfitt að syngja? Nei. En hvernig gekk að læra það sem þurftu að segja? Vel. Það voru mólarnir sem kenndu hrafnsungunum, en þeir þurftu líka að læra sína leksíu fyrst. Þeir voru fyrst eitthvað svona kjánalegir og svo sagði Arnarveig að þeir áttu að vera góðir. Og lærði mann að segja. Og er Arnarveiga vitringurinn í hópnum? Já. Ja, hvernig fannst ykkur að taka þátt í þessu leikriti? Vel, en það var dálítið erfitt aðeins erfiðara að taka þátt í því út af því að maður þarf að því sem hefði ekki hljóða baksviðs, þannig maður þarf að hlusta vel, já. Það er mikla þolinmæði að taka þátt í, þá með þolinmæði að geta tekið þátt svona leikriti? Já. Og hvernig gekk ykkur að vera þolinmóð? Vel. Bara dálítið vel. Börnin í fyrsta bekk tóku þátt í sinni fyrstu árshátíð, en þau elstu í sýningunni úr þriðja bekk hafa töluverða reynslu að baki. Er þið reynsluboltarnir í hópnum? Komið þriðja bekk? Ég veit ekki. Er eitthvað forréttindi sem fylgja því að vera í þriðja bekk í svona leikriti? Nei. Já. Það fyrir góðar æfingu til að syngja? Já. Hvaða hlutverk voruð þið með í leikritinu? Ég var Kolsvört. Og ég var rappari. Varstu það að rappa í leikritinu? Já. Getur þið rappað fyrir okkur? Nei. Ekki núna. En Kolsvört, hvað gerðu þið í Kolsvört? Ég svaf nú og síðan var ég bara að öskra á Kristófer og Árna. Er ekki þægilegt að sofa í svona leikriti? Er það ekki auðvelt hlutverk? Nei, ekki þegar það er svona mikið ljós á manni. Vistu að auðvitað að sofa í birtu? Já. En hvað ætlaðu þú að leggja fyrir þig rappið seinna? Já, nei, ég held ekki. Hrafnsungarnir læra sína leksíu að lokum, meðal annars hvort stríða megi hundunum. En virðingin getur líka verið hvort dýrunum í náttúrunni. Má þú ekki stríða hundum? Smá stríðni gerir kannski ekkert til, en ef hún meiðir einhvern þá getur hún verið hættuleg. Það má bara stríðið smávís, en ekki meiða neitt. Opnir dagar í Verkmenntaskóla Austurlands voru þessu sinni tileinkaðir geðrækt. Á opnum dögum er venjuleg stundaskrá sett til hliðar en boðið upp á einstakra vinnustofur sem nemendur geta valið á milli. Að þessu sinni var reynt að tengja allar vinnustofunar geðrækt. Og okkur fannst bara rosalega mikilvægt að taka inn þetta þema og það er mikil vakning um andlegt heilbrigði í þjóðfélaginu
og við ákváðum þess vegna að stíla þessa daga svona inn á þetta þema. Geðrækt kemur inn á svo mikið, þú veist, hreyfing, tónlist, það er svo margt sem kemur inn á geðrækt. Og þetta tengið allt inn í geðræktina? Allt inn í geðræktina, nákvæmlega. Og komum svolítið inn á það eins og þegar við fórum í karate þá var tekið svolítið geðheilbrigði inn í karatið. Hvernig karate hefur áhrif á geðheilsu eða andlegt heilbrigði. Salome segir mikinn áhuga að vera nemendahópnum fyrir umræðum geðheilbrigði og vonar að dagarnir íti enn frekar undir hana. Það er kannski bara svona að nemendur verði aðeins opnari gagnvart þessu málefni og tali meira saman og kannski tali við einstaklinga ef þeir eru að glíma við einhverja svona leiða eða kvíða eða eitthvað, að þeir tali við námsráðgjafa. Við erum svolítið að kynna það fyrir þeim og aðra sem að geta hjálpað þeim. Þannig að það er svona það sem við erum að leitast eftir og svo náttúrulega bara allir séu glaðir og sáttir í rauninni og muni eftir þessu og það var svona bara að hafa gaman af þessu. Nemendur tóku virkan þátt í undirbúningi opnu dagana. Þeir skipulögðu meðal annars íþróttadag þar sem bæði nemendur og starfsfólk voru með. Kepptum við íþróttina sem allir voru saman, eins og tókum við líka svona hálfgerðan stjörnuleik í blaki og körfubolta á milli nemenda og kennara og svo fengum við siguratri okkar úr söngvakeppni til að hún kom og söng fyrir okkur, þannig það var mjög flott. Umræðum geðrækt fyrir vaxandi meðal nemendana og námið í skólanum hefur ýtt undir hana. Hún er alltaf að aukast, sérstaklega kannski í svona áfengum sem að snúa að því til dæmis á sálfræði, þá er kannski lítið talað það í þeim hópi. Já, ég held að ég sé alveg sammála því að hún hefur aukist mikið og það hefur náttúrulega verið með mjög góða kennara sem hafa margir mikinn áhuga á þessu og eru þá komað þessu alveg inn í skólan svona og það er mikil alveg umræðum þetta og hún er allavega aukast, það er svo eftir að segja það. Hvernig finnst ykkur að hafa lukkast að breyta þemadögum breyta opnudögum úr eitthvað svona frálsluti að setja svona bara hreint þema á þá? Ég held að það bara hettast mjög vel, því að þetta er náttúrulega svo víðtækt að finna allir eitthvað við sitt hæfi. Það er ekki vandamál að finna eitthvað sem manni finnst skemmtilegt að gera. Hvað fundu þið helst við ykkar hæfi? Við erum svona báðir í Gettu beturliði skólans. Við höfum verið svona að eyða mestum tíma í því og fengum meðal annars grunnskólan í heimsókn og tókum við svona stutta keppni, við vorum með 8 lið og þannig það er búið að vera mjög gaman. Já. Dögunum lauk með veglegum málþingi. Meðal frummælanda var Logi Geirsson fyrir landsliðsmaður í handknattleik. Hann hefur farið víða land síðustu ár og talað bæði mikilvægi andlerar og líkamlegar heilsu. Hann er opinskár með eigin reynslu í fyrirlestrum sínum. Ég myndi segja að andleg heilsa er alltaf svona öflugri heldur en nokkuð tíma líkamleg og andlegi þátturinn í íþróttum skiptir náttúrulega bara höfumáli. Og svona heilt yfir þá held ég að þessi fyrirlestrar það vantar svolítið í umhverfið okkar alvöru fyrirlestrar sem eru að taka fólk svolítið og unglinga aðeins að hvetja þá og gefa þeim von og pælingar og það er svona það sem ég hef verið að eima svolítið á. Hvað var þess að þú fórst að fara af stað með fyrirlestrarna? Ég gaf út bók sem hét 10-10-10 sem var fyrsta atvinnumannssagan á Íslandi og upp frá því þá bara stoppaði ekki síminn og vildi allir fá meira insight story úr bókinni, fá mig á staðinn og kynna og út frá því sprungu fyrirlestrarna út og svona vinsælasti fyrirlesturinn var að það fæðist enginn atvinnumaður. Það sem fer svona svolítið yfir mína sögu, hvað ég var að gera og það sem ég glímdi við sem unglingur. Rosalega seinþroska og hætti í handbolta og kom svo aftur og ég er svolítið að svona leyfa fólki að skyggnast inn í minn hugarheim þar. Þegar þú kemur inn í sal eins og hér í dag fullan af unglingum, hvert reikar hugurinn? Hvað hugsaðu? Fyrst og fremst bara skilja eitthvað eftir mig. Þó sé ekki nema 5, 6, 7 sem að virkilega taka eitthvað til sín og geta nota með sér til framtíðar þá er það nóg og það hefur margoft skeið á fyrirlesturum að maður hefur komið inn ferskum innblæstur hjá fólki og því hefur vegna vel og farið að gera einhverja hluti út frá því og svo framvegis, þannig að þetta snýst bara að gefa svolítið af sér og náttúrulega ég er ekkert frábrugðið með öðru þó að sé svolítið glansmynd í kringum hann og maður hafi efnast töluvert mikið í Þýskalandi og gert ýmislegt og þá er maður náttúrulega bara mannlegur sem hver annar og ég fengi minn skammt á andlega partinu líka og þannig að ég er svolítið að deila með krökkunum.
Logi segist að hrifist af metnaðarkrafti krakkana í Neskaupstað og nýtt málþingi líka til að læra sjálfur. Frásögn nemenda skólans að baráttu sinni við þunglyndi hafði mikil áhrif á Loga. Ég var staddur á Kanari í vinnuferð og ég var einhvern veginn enga veginn að fara að koma með fyrirlestur, en svo þegar ég sá dagskrána að þá fannst mér eiginlega ekki geta skorast undan að koma og tala eins um þessar hluti sem að skipta fólk gríðarlegu máli. Og eins og við sáum kannski einn af fyrirlesturunum sem ég var vitni á þessu hérna á Neskaupstað var magnaður, sem að bara það sem að Sævar var að tala um þunglyndi og þetta er nú svona með svona mestu breathtaking fyrirlestur sem maður hefur farið á langa tíma. Og þetta er bara til þess að opna huga og dela með fólki. Við erum stödd í Teigaseli 2 hér á Jökuldal og við ætlum að fara að kíkja inn í fjárhús, en þar ætlum við að fylgjast með Ragnhildi Aðalsteinsdóttur ljósmyndara mynda bændur. Ragnhildur eða Ragga eins og hún er alltaf kölluð vinnur að skemmtilegu verkefni þessa mundir. Hún hefur síðan í vor heimsótt Jökuldalinn reglulega og tekið myndir af bændum og búalið á dalnum við sín daglegu störf. Ragga á rætur að reki í dalinn en hún er fædd og uppalinn á Vaðbrekku í Hrafnagilsdal og bjó þar til 15 ára aldurs. Hún hefur nú búið árabil í Hafnarfirði og er blaðamaður á Vikunni meðfram störfum sínum sem ljósmyndari. Fyrir nokkrum árum þá fékk ég þá geggjuðu hugmynd, eiginlega að mér langaði til þess að taka myndir af öllum gömlu sveitungum mínum á Jökuldal. Og sá einhvern veginn fyrir mér bara að fara á alla bæi og taka myndir af öllum. Svo ákvaði ég í fyrra að prófa að sækja styrki til þess að gera þetta. Svo bara allt í einu var ég komið 3 styrki og þá bara varði ég að láta slag standa og drífa mig í málið. Ég byrjaði síðasta vor, þá hitti ég nokkra bændur í Sauðburði og myndaði þá við störf í Sauðburði. Og svo hafði ég þetta allir góðan tíma í sumar, ég var hérna alveg í 2 mánuði í sumar og fór þá á milli bæja og myndaði þá í heyskap og við alls konar svona verkefni, girðingavinnu og bara það sem tilfellur í sveitinni. Og svo fór ég í réttir og í haust og núna er ég að svona mynda bændur við vetrarstörfin. En hvernig er að vera svona fyrirsæta í dag? Það er bara mjög gaman. Gaman að fá hann í heimsókn og fylgja okkur í bústörfunum. Hvað eru með stórt bú? Við erum með tæplega 500 kindur. Og er þetta ekki rosaleg vinna? Jú, þetta er töluverð vinna en þegar vinna og hobbyið manns er það sama þá finnst manni það bara gaman. En er ekki einkennilegt að hafa bara svona ljósmyndir að vera að smella af öllu sem varst að gera? Það var kannski fyrsta klukkutíman í sumar þegar hún kom til okkar en þetta venst og... Þannig að þú ert alvanur núna? Já, alvanur. Hvað heitir þessi? Þessi heitir Augasteinn. Vá. Hæ, Augasteinn. Hann er hérna í sjúkrakröpu út að hann slasaði sig á löpp á fæti í fengitíðinni. Flottur er hann? Mikill vinur minn. Svona þegar stekkur ekki yfir milligerðarnar. Já, það var skemmtileg stemning í fjárhúsunum að Teigaseli 2 þegar við litum við. En hvernig hafa bændur á Jökuldal almennt tekið henni? Þeir eru náttúrulega yndislegir sko, þeir hafa tekið mér rosalega vel. Ég hef bara hringt og sagt frá erindi mínu og þeir bara já, gjörðu svo vel, komdu bara í heimsókn. Þú kemur og hittir þá og hvernig fer þetta fram? Þú ert bara með þeim allan daginn eða? Já, ég hef bara komið til þeirra og svo hef ég bara reynt að fylgja þeim eftir, bara lungan úr deginum og svona til þess að fá svona, fílingin í þeirra störfum og reyna að fá smá innsýn í bara bændasamfélagið. Þannig að þú ert ekki að stilla þeim upp með ljósum eða þetta er bara það sem er að gerast hjá þeim í daglegu lífi. Nei, það er engin ljós og það er engin ég er bara með eina litla kameru og er með, það er engin flöss eða ljós eða neitt þannig. Ég bara eldi þá. Linda, hvernig erst þú búin að fíla fyrirsætustörfin í vor og aftur núna í vetur? Bara vel. Er þetta ekki svolítið skemmtilegt verkefni með það að það veri svona eiginlega, ef ég má sletta, dokumentera samtíman
Þetta verður svona dýrmæta myndir þegar framleiða stundir? Jú, þetta verður nefnilega, þetta verður mjög skemmtilega myndir bara eftir nokkur ár, sko. En þú ert búin að taka myndir lengi. Hvenær kveiknaði þessi áhugi á ljósmyndun? Heyrðu, ég var nú bara svona 10 ára gömul eða eitthvað þegar ég eignaðist mína fyrstu filmuvél, svona litla. Og þá, og svo þegar ég var 16 ára, 15-16 ára eitthvað svoleiðis og fekk fyrst útborgað í fyrstu vinnunum minni, þá fór ég beint í ljósmyndabúð í Reykjavík og keypti mér svona alvöru vél með áskiptilegum linsum og þess háttar. Svo fórstu í nám? Heyrðu, já, ég árið 2008, í merka ár, haustið, þá dreif ég mig til Kanada og fór í ljósmyndanám í Victoria í Kanada og var búin að vera þar í mánuð þegar allt hrundi á Íslandi. Það var mjög sérstök reynsla en afskaplega góður tími. Ég var í ár sem sagt í Kanada. Ljósmyndaáhuginn kviknaði snemma, en hvað fangar okkar konu helst þegar hún tekur myndir? Sko, mér finnst langskemmtilegast að mynda fólk og ná einhvern veginn karakterinum í fólki og það sem fangar mig er alltaf mikið þetta daglega líf og bara svona fólk í raun og veru, svona photojournalism, eins og maður segir á útlenskunni. Saknar aldrei sveitalífsins? Jú, ég nefnilega sakna þess að mörgu leyti. Það er náttúrulega yndislegt að vera hérna. Og ég fann það svo vel í sumar. Þetta er bara einn besti tími sem ég hef átt í mörg ár. Það var að flakka hérna á milli bæja og maður datt inn í einhvern veginn svona allt annað andrúmsloft heldur maður er vanur daglega eins og í bænum. Þú veist, það eru bara allir svo rólegir og það er bara svo yndislegt bara einhvern veginn og það er allir bara yndislegt að sitja og spjalla og heyra bara hvað bændur hafa að segja. Frá hvaða bæ kemur? Ég kem frá Vaðbrekku og þar bjó ég fyrstu 15 ára ævi mínar og var í heimavistarskóla, fyrst á Skjöldastöðum og svo í Brúarási. Þannig að það er búið að vera líka frábært að hitta allt þetta fólk sem ég þekkti og er búin að þekkja alla tíð en er búin að vera í rosalega litlu sambandi við. Það er búið að vera frábært að endurnýja kynnin við allt þetta fólk. En hvað ætlar þú svo að gera við alla myndirnar? Heyrðu, ég ætla að búa til ljósmyndasýningu og hann Alli í Klausturseli sem að rekur á Hreindýraslóðum á Skjöldólfsstöðum í mínum gamla heimavistarskóla. Hann ætlar að leyfa mér að hengja myndirnar upp hjá honum á nýju byggingunni í hótelinu hans. Það er óhætt að segja að jökuldalingar og aðri velunarar geti hlakkað til vorsins þegar ljósmyndasýningin lítur dagsins ljós. En við kveðjum úr Jökuldalnum og þökkum Röggu og bændum á Teigaseli 2 fyrir daginn. Ári liði síðan nokkrar konur á héraði hófa að hittast og syngja saman undir merkjum króatíska kórsins. Nafn kórsins vísar í heimaland stjórnandans, Súmsönnuslamning, en hópurinn syngur króatísk og georgísk þjóðlög. Síðan hafa þar bætt við sig karlröddum og líflegri hljómsveit. Kórstarfið hefur ekki farið hátt, en hópurinn kom fram og hélt velheppnaða tónleika í Egilsstaðakirkju síðustu helgi. Við hittum tvær söngkvennana fyrir tónleikana og fengum þær til að segja okkur frá kórnum. Króatíski kórinn, út af hvað gengur hann? Já, stórt spurt. Það gengur út á gleði. Já, það var bara gaman saman. Syngja öðruvísi lög en þessi venjulög. Fyrst voru bara konur, svo fengum við nú einn eða tvo kalla með okkur svona aðeins að fylla upp í.
finnst það bara spennandi að prófa eitthvað nýtt. Syngja á öðruvísi tungumáli heldur en maður hefur oft sungið áður. Hvernig að syngja á öðruvísi tungumáli? Er framburður réttur? Ég veit þín, Margrét. Jú, þeim gengur mjög vel á þessu. Þetta skelfilegt. Það nú sumt í þessum textum sem maður skilur ekki sjálfur eða stjórnandinn. Hún bara svo hress og skemmtileg og þetta svona svolítið kettlingar sem eru svona öðruvísi svona tónhæð heldur en venjulega þegar maður að syngja. Við erum að syngja mikið í brjóströdd í staðan fyrir eitthvað annað áður, einhver óperur eða eitthvað. Og þetta ekki of hátíðlegt þegar maður að segja það. Já. Bara svona sveitalupalegt. Já, skemmtilegt.